Það Laugaveðurinn, Já. aftur, þú fórst í fyrra, Já. þetta skiptið það ekki. Hvernig leggst þið í því núna? Bara furðu vel. Já. Ég er eiginlega stressuð við það hvað ég er ekki stressuð. Ok, tímamarkmið? Það er nefnilega hálfleitt, eins og alltaf. Ok. 4:30. Ok, það er svolítið fullorðins. Já. Þú búin að standa þér vel í sumar og ert kannski búin að æfa vel fyrir þetta. Þannig að þú allavega setja markið þarna. Já. Svo kemur bara ljóskortana á, veist það ekki? Já. Það er náttúrulega smá mótvindur og eitthvað svona. Ég get alltaf notað það sem afsökun. Hvernig undirbúningur fyrir þetta hlaup? Í hverju hefur hann falist? Í rauninni bara, þú veist, ég er kannski ekkert búin að vera undirbúa sérstaklega bara fyrir þetta hlaup. Nei. Þetta eru bara búin að vera hlaupaæfingar, bara halda mig ferskri og svona aðeins keyra upp hraða. Ég var á götu í síðustu viku, þú veist, tók Ármannslaupið og Akureyrarhlaupið hálft þar, þannig að þú veist, svona var bara að keyra upp hraða þar og svo er bara í þessari viku búin að vera bara svona svolítið slökun, sko. Segðu mér eitthvað sem að þú lærðir í hlaupinu fyrra sem að þú getur nýtt þér í hlaupinu í ár? Já, ég kannski klúraði smá næringunni, þannig ég ætla að breyta næringunni. Hvernig þá? Ég ætla að vera meira bara með drinkmix, ekki með jafn mikið af svona einhverju böngsum eða einhverju þannig. Nei. Með gili. Já, og ertu með svona skipulag, þú veist eftir að plana, ætla að gera eitthvað á kílómetrafresti eða einhver tímafresti eða ætla að láta bara líkamann kalla? Já, ég ætla svolítið að hlusta á líkamann. Já. Og en jú, reyna, þú veist, ég er með 4 brúsa, 2 600 ml og 2 500 og þú veist, þeir eru bara að hugsa fyrir hverja drykkjastöð, sko, eða þú veist, fyrir hvern legg sem eru 4 og drekka síðan eitthvað á stöðunum sjálfum. Bara eftir svona, já, feeling. Herru, frábært. Gangi þér rosalega vel og hlakka til að sjá þig í Húsadal á 4:30. Takk fyrir. Okay.